Nú, við erum hérna með lítið orðadæmi og það stendur í Verkmenntaskólanum á Akureyri er hlutfallið á milli stráka og stelpna 4 á móti 3. Og hann spyr hvað eru stelpurnar margar ef strákarnir eru 640 talsins. Það sýnir ykkur 2 leiðir sem hægt er að fara í þessu. Fyrir að fyrsta, strákarnir eru 4 partar og stelpurnar 3 partar. Ef ég legg þessa parta saman þá eru þetta 7 partar í heildina. Ég veit að strákarnir eru 640, þannig að eitt af sniðustu sem ég geti gert er að finna út hvað einn partur væri þá stór. Þannig ég get tekið 640 stráka deilt með 4 partum, þá fæ ég út að einn partur er 160 nemendur. Einn partur. Strákarnir eru 4 slíkir partar, þannig að ég get þá margfaldað það með 160 og þá fæ ég út að strákarnir eru náttúrulega 640 talsins. Ef ég tek stelpurnar og margfaldað líka með hvað einn partur er stór, 3 partar sinnum 160, þá fæ ég út að stelpurnar eru 480 talsins. Þetta er ein leiðin til þess að finna út hvað stelpurnar eru margar. En þetta er önnur leið og örugglega hugsanlega fleiri, en við skulum kíkja á aðra. Hún er þannig að ég seti upp jöfnu, strákarnir hér og stelpurnar hér. Okay. Þannig er að strákarnir eru 640 talsins og það eru 4 partar þar á bakvið. Hvað eru þá stelpurnar margar ef þær eru 3 partar? Ég þá komið jöfnu hérna með 4 stærðum, einni óþekktri og það sem ég ger þá er að ég margfalda bara í kross hérna. 4 sinnum x eru 4x en hinum einn er 3 sinnum 640 sem að gera 1920. Ég er þá komið með venjulega jöfnu, þægilega jöfnu þar sem ég þarf bara að losna við fjarkan af x-inu. Þannig að ef ég deili með fjarkanum hér og gera það líka hinum einn, þá dettur út fjarkinn og verður bara 1x jafnt og 1920 deilt með 4 mun gefa mér að stúlkurnar eru 480 talsins. Þetta er önnur leið. Takk fyrir.